Þá komið að 14. lið á dagskrá, Gilsbakkavegur, breyting á deiliskipulagi. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, liður 6 í fundargerð skipulagsráðs frá 9. desember 2020 lögðu fram að nýju að lokinni auglýsingu tillaga breyting á deiliskipulagi miðbæjar Akureyrar sem nær til lóðarinnar Gilsbakkavegs 15 og svæðið sunnan við hana. Málið var áður á dagskrá skipulagsráðs þann 25. nóvember síðastliðinn. Til viðbótar við athugasemd sem barst á kynningartíma og tillögu umsókn efni athugasemda nú lagt fram nýtt erindi frá umsækjanda dagsett 3. desember 2020, auk nýrra mynda sem sýna fyrirhugaðar breytingar. Borist hefur bréf dagsett 4. desember 2020 þar sem innkomin athugasemd dregin tilbaka. Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt og að sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að sjá gildistöku hennar. Arnfríður Kjartansdóttir vaflista greiddi atkvæði í skipulagsráði gegn tillögunni að breytingu deiliskipulags og óskaði bókað umrædd stækkun á Gilsbakkavegi 15 sé of mikil og ef að þörf á lyftu ætti frekar að skoða hvort koma mætti henni fyrir norðan á húsinu eða láta nægja að byggja lyftu og ekkert annað í skotinu sunnan á húsinu. Byggingamagn á reitnum nú þegar mjög mikið og ástæðulaust að auka það enn frekar. Meðal annars vegna þess að slíkt geti verið fordæmisgefandi, auk þess ætti Akureyrarbær ekki að taka á sig kostnað við að færa til götu vegna byggingaframkvæmda einkaaðila. Og mikilvægt að teppa ekki umferð að heilsugæslunni á meðan hún enn á núverandi stað. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég mun greiða atkvæði gegn þessu máli og legg fram bókun sem nú hljómar mjög svipað og bókunin sem að fulltrúi VG í skipulagsráði lagði fram, en ég ætla nú að lesa hana fyrir ykkur, þetta svona með mínum eigin orðum. Ég tel umrædd stækkun á Gilsbakkavegi 15 sé of mikil og ef þörf á lyftu ætti frekar að láta skoða hvort koma megi henni fyrir norðan á húsinu eða láta nægja að byggja lyftu og ekki annað í skotinu sunnan á húsinu. Byggingamagn á reitnum nú þegar mjög mikið og ástæðulaust að auka það enn frekar, meðal annars vegna þess að slíkt gæti verið fordæmisgefandi. Auk þess tel ég alls ekki að Akureyrarbær eigi að taka á sig svo stóran hluta kostnaðar við framkvæmdina. Að mínu mati mikilvægt að framkvæmdirnar fari ekki af stað fyrr en heilsugæslan hefur verið flutt á nýjan stað. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég nú eiginlega bara með spurningu til bæjarfulltrúa Þórhalls út af þessu. Mér svolítið sérstakt að Akureyrarbær sé að greiða þetta, ég mig langar bara að vita hvort okkur beri að gera það eða af hverju við greiðum. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið málsins, næst tekur til máls orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Hvort okkur ber að greiða þetta. Ef einhverjum tímapunkti stóð til og stendur til að fara í lagfæringu á þessum vegi og þarna samið hlutdeild í kostnaði og þessi samningur gerður milli umsa og þeirra. Skipulagsráð kemur ekki að þeim samningi en eins og ég segi, þeir eru búin að fullyrða eða segja að þeir komi ekki til með og það verði ekki farið í neina framkvæmdir sem að loka aðgengi að heilsugæslustöðinni á neinum tíma og heldur að það verði farið í þessar framkvæmdir á þeim tíma sem að báðum aðilum hentar, Akureyrarbæ og þeim sjálfum. Þannig að við erum með ýmsar breytingar þarna fyrirhugaðar á götur og annað. Þannig að þetta ákveðna samleið. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsinu, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það eru 10 og þeir sem á móti 1.
Sóley.